16 ára valdatíð Viktors Orbán á enda í Ungverjalandi. Sigurvegari kosninganna í gær, Péter Magyar, óskar eftir valdaskiptum sem fyrst. Kjörsókn í landinu hefur aldrei verið meiri. Alltaf 15 konur á dag leita aðstoðar vegna kynferðisofbeldis þar sem ástandið er verst í Súdan. Tæp 3 ár eru liðin síðan blóðugt borgarastríð braust út í landinu. Guðmundur Ingi Kristinsson, varaformaður Flokks fólksins, hefur sagt sig úr honum vegna trúnaðarbrests. Hann ætlar að sitja áfram á þingi utan flokka. Ekkert úrræði tekur við og skjólstæðingar eru í áfalli, segir framkvæmdastjóri Foreldrahúss. Því verður lokað 1. maí vegna skorts á fjármagni. Dalvíkingar komast ekki á skíðið þrátt fyrir að nægur snjór sé í brekkunum. Aðstæður hafa ekki verið betri í allan vetur en rekstrarféð er uppurið. Komið þið sæl. Þingkosningarnar í Ungverjalandi í gær fara í sögubækurnar. Ekki aðeins fyrir metkjörsókn, heldur einnig bestu niðurstöðu sem nokkur stjórnmálaflokkur hefur fengið þar undanfarna áratugi. TISA-flokkur Péters Magyars fær vel yfir 2/3 sæta á ungverska þinginu og í dag kallaði Magyar eftir valdaskiptum svo fljótt sem auðið væri. Björn Málkvist er í Búdapest. Björn, Magyar var nú nokkuð herskár á blaðamannafundi sem hann hélt í dag, er það ekki? Jú, það má segja það og hann hafi kannski líka bara innistæðu fyrir því. Hann kallaði forseta Ungverjalands Tamás Sulík strengjabrúðu núverandi stjórnvalda. Sulík ætti helst að segja af sér en þó ekki fyrir hann hefði afhent Magyar umboð til stjórnarmyndunar og kallað saman þingið hérna í Búdapest sem fyrst. Magyar tilkynnti það á blaðamannafundinum alveg óhikandi að núverandi utanríkisráðherra væri að eyða gögnum embættisverk sín í utanríkisráðuneytinu. Hann lofaði umbótum í stjórnarfari og stjórnkerfi Ungverjalands, hann Magyar, og líka betra samstarfi við Evrópusambandið án þess að gefa nokkur loforð Úkraínu sem er náttúrulega deila sem hefur staðið lengi milli Ungverja og Evrópusambandsins. En hann vill bæta samskiptin við Brussel, ekki síst til þess að fá þá styrki sem að framkvæmdastjórnin hjá ESB hefur haldið aftur af til Ungverja til að þrýsta á einmitt umbætur í réttarkjöri við landsins. Heyrum hvað Magyar hafði að segja á blaðamannafundinum í dag. Nincs elvesztegetni való ideje a hazánknak. Magyarország bajban van mindenféle szempontból. Kirabolták, lerabolták, elárulták, eladósították, tönkretették az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává tették. Það voru sögulega kosningar eins og fram hefur komið. Hvernig var andrúmsloftið þarna í hringiðunni í Búdapest svona þegar úrslitin fóru að skýrast í gærkvöldi? Það var ótrúlegt að upplifa þetta hérna í gærkvöldi á bökkum Donár, Birta. Það er ekki oft sem að maður upplifir svona stemningu á ferlinum. Það voru þúsundir og þúsundir aftur sem að mættu hér í miðborgina á kosningasamkomu TISA-flokksins. Við erum að sjá núna myndir sem að Monika Pósar tók. Það er ungverska konan sem við töluðum við í fréttum í sjónvarpinu í gærkvöldi. Hún kom gagnkvæmt hingað frá Íslandi til að taka þátt í þessum kosningum. Og það voru reyndar mjög margir aðrir Ungverjar sem að búa erlendis sem að komu hingað til að kjósa. Kjörstöðum var lokað klukkan 7 í gærkvöldi að staðatíma. Við vissum að kjörsóknin yrði góð en ekki að hún yrði svona góð eins og raun bar vitni. Metþátttaka í kosningum undanfarana áratuga í Ungverjalandi og það var snemma ljóst í hvað stemdi, hvað fylgið varðaði. Rúmlega 9 kom svo í ljós, 9 í gær hér í Búdapest, kom svo í ljós að TISA-flokknum og Pétur Magyar hafði tekist það sem að margir þeirra stuðningsmanna og flokkurinn sjálfur hafði vonast eftir, að fá meira en 2/3 þingsæta á ungverska þinginu sem að skiptir mjög miklu máli. Viktor Orbán, forsætisráðherra, hann sá í hvað stemdi í gær og hann var tiltölulega fljótari en margir gerðu ráð fyrir að viðurkenna ósigur. A választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam.
A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon, sőt, nagyon-nagyon. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Sagði Peter Magyar í gærkvöldi eftir að sigurinn var ljós í þessum sögulegu kosningum hér í Ungverjalandi. Peter Magyar hann engin nýgræðingur í stjórnmálum í þeim skilningi að hann var einu svona innanbúðarmaður í Fidesz-flokki Viktors Orbán en sagði skilið við þann flokk og steig fram á sjónarsviðið í stjórnmálasjónarsviðið vorið 2024 þegar honum var nóg boðið með framferði stjórnvalda, bauð fram til Evrópuþingsins og hefur þá skipað sér, eigum að segja, veglegan sess í ungverskum stjórnmálum. Peter Magyar 45 ára. Hann hóf stjórnmálaþátttöku í Fidesz-flokknum 2002 og lét til sín taka á bak við tjöldin. Magyar giftist Judith Varga 2006. Hún varð síðar þingmaður á Evrópuþinginu fyrir Fidesz og dómsmálaráðherra 2019 til 2023. Þau skildu 2023 stuttu eftir að hann tók upp samtal sitt og Varga þar sem hún lýsti því hvernig háttsettir menn innan stjórnarinnar beittu sér í máli sem ungverska lögreglan hefur enn til rannsóknar. Þetta varð upphafið að stjórnmálaferli Magyars. Hann gekk í flokkinn TISA sem fékk tæplega 30% atkvæða í kosningum til Evrópuþingsins 2024. Síðustu 2 ár hefur hann byggt upp öflugan stuðningshóp, ferðast landið þvert og endilangt og rætt við kjósendur. Magyar hægri maður en hallast frekar að miðjunni í það minnsta miðað við Orbán. Hann hefur lofað að taka á spillingu í Ungverjalandi og koma skikki á hagkerfið. Það vakti auðvitað athygli í síðustu viku þegar að varaforseti Bandaríkjanna kom hingað til Búdapest gagngert til að styðja stjórnmálabaráttu og kosningabaráttu Orbáns og Fidesz-flokksins. En það virðist ekki lengur vera ávísun og velgengni að fá stuðning frá Bandaríkjunum og Donald Trump. Viktor Orbán hefur verið svona útlægi í Evrópusambandinu og rauninni hamlað mjög margt af því sem að Evrópusambandi hefur viljað gera. Núna sú hundrun úr veginum, meðal annars lánasamningar við Úkraínu og bara aukinn stuðningur við Úkraínu í sínum stríðsrekstri gegn Rússum. Ungverjar hafa verið óþægur ljár í þeirri þúfu, sérstaklega eftir að Bandaríkin drógu meira og minna úr sínum stuðningi. Ný gögn benda einnig til þess að utanríkisráðherra landsins hafi deilt mikilvægum upplýsingum með stjórnvöldum í Rússlandi. Sem eru þetta alveg ótrúlega viðamikið mál og ég held reyndar að sá skandall hafi haft sín áhrif í Ungverjalandi líka. Orbán var leiðtogi þjóðernispopulísku bylgjunnar í Evrópu. En uppgangi populismans þá lokið? Sko þetta bara feikilega áhugaverð spurning og rauninni akkurat það sem maður að velta fyrir sér núna. Svo ég nefni þá hafa risið frá seinni heimsstyrjöld í rauninni 4 aðgreindar bylgjur þjóðernispopulisma í Evrópu og hver þeirra hefur farið lengra en svo fyrri. Og þessi 4. bylgja hefur verið langviðamest. Ósigur Orbáns var meiri en margir áttu von á. Eiríkur telur dvínandi vinsældir Trumps tengjast því. Það ekki lengur meðbyr að vera svona undir pilsfaldi Donalds Trumps, heldur það farið að breytast í andbyr núna og að við sjáum ýmis teikn á lofti það að þessi 4. bylgja hafi kannski svona náð sinni efsta risi og sé byrjuð að síga. En það við þurfum að sjá margt fleira til þess að geta slegið því föstu. En Björn, niðurstaðan liggur núna fyrir og hvað tekur núna næst við í Ungverjalandi? Já, við sjáum til hvort að forseti landsins svarar kalli Magyars frá því í dag að kalla saman þingið og afhenda honum umboð til stjórnar, myndunar, en það alveg ljóst að það ærið verkefni sem að bíður Magyars og TISA-flokksins þegar þeir taka við stjórnartömunum í Ungverjalandi og það verður mjög áhugavert að fylgjast með þróun mála hér næstu vikur og mánuði en við kveðjum hérðan frá Búdapest. Takk fyrir að standa vaktina fyrir okkur í Búdapest, Björn Malmquist. Og þá hingað heim og niður á Alþingi. Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður hefur sagt sig úr Flokki fólksins. Hann ætlar að sitja áfram sem þingmaður utan flokka og segist áfram styðja ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. Magnús Geir Eyjólfsson, þú ert á Alþingi, komið þessi tíðindi ekki svolítið óvart?
Já, þau gera það. Þessi tíðindi komu flatt upp á marga hérinni enda aðdragandi nánast engin. Guðmundur Ingi hefur verið í forystu flokksins nánast frá stofnun og var þangað til í morgun varaformaður flokksins. Hann var þingflokksformaður í það bil 7 ár og ráðherra skamma hríð. Guðmundur Ingi vildi ekki veita fréttastofu viðtal í dag en í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér talar hann trúnaðarbrest og vísar í persónuleg samskipti innan flokksins á þess að skýra það nánar. En hjá mér formaðurinn Inga Sæland. Inga, hvers vegna hættir Guðmundur Ingi? Já, þú verður náttúrulega að spyrja hann sérstaklega því. Ég get ekki svarað því. Höfðu þið átt í deilum? Nei, alls ekki. Á milli okkar hefur ríkt trúnaður og traust eins og ég hef skilið það alla tíð og Guðmundur hefur verið minn samstarfsmaður eins og þú segir. Við erum búin að standa saman frá upphafi flokksfólksins og engin málefna ágreiningur eða annað slíkt. En eins og allir vita, Guðmundur Ingi fór í stóra hjartaaðgerð og í kjölfarið þá steig hann úr stóli ráðherra. Kannski það sé einhver skýring að leita en eins og ég segi, þá höfum við bara átt í mjög góðu samstarfi og ég hef alltaf borið fullt traust til Guðmundar enda hef ég getað gert það. Áttar í deilum einhver aðra í flokknum ef ekki þig? Nei, eins og ég segi, þá hef ég svo sem ekkert meira það að segja. Staðan svona, ég bara döpur yfir því hvernig staðan og eiginlega hálf miður mín. Mátti Guðmundur ekki vera ósáttur því að hann var ekki lengur ráðherra og bara óbreyttur þingmaður sem í óvenjulegt fyrir varaformann? Já, hann má náttúrulega gera hvað sem þanniglega séð og ég skil hann þannig hvað það varðar en ég hef alltaf viljað veg hans og vanda sem mestan og bestan en það hefur hann verið minn besti samflokksmaður frá upphafi. Þetta ósætti bundið Guðmund Inga? Eru fleiri ósættir innan flokksins? Ég veit ekki betur heldur en að við séum bara mjög sátt og okkur líður bara mjög vel og séum að gera mjög góða hluti og við erum að sjá öll okkar mál meira og minna raungerast núna þegar við höfum fengið tækifæri til þess einmitt að komast í ríkisstjórn og í aðstæður til þess að láta málun okkar ná fram að ganga þannig að afrakstur okkar mikill og ég er mjög þakklátt fyrir það. Ríkisstjórnin með mjög svo góðan meirihluta á þinginu og Guðmundur Ingi hefur gefið það út að hann mun áfram styðja okkar góðu mál og ég er þakklátt fyrir það. Takk fyrir það, Inga. Já, við höldum að sjálfsög áfram fylgjast með þessu máli áfram en við segjum þetta gott í bili. Takk, Magnús Geir á Alþingi. Og það verður meiri pólitík í Silfrinu í kvöld, það ekki Valgeir Örn Ragnarsson? Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar verður í viðtali fyrri hluta þáttarins efnahagsmálin, það er nóg að ræða þar. Síðan koma hingað oddvitar 3 framboða í Reykjavík, Ingimar Þór Friðriksson frá Góðan daginn framboðinu, Sigfús Aðalsteinsson frá Okkar borg og Silja Sóley Birgisdóttir frá Sósíalistaflokki Íslands. Silfrið hérna rétt og eftir. Missum ekki því, takk Valgeir Örn. Og þá allt öðru. Kynferðisofbeldi gegn konum enn beitt sem vopni í borgarastríðinu í Súdan. Þar sem ástandið verst leitað alltaf 15 konur á dag aðstoðar. Læknar án landamæra segja þann fjölda aðeins toppinn á ísjakanum. Og það er rétt að vara við lýsingum í þessari frétt. Þessar mundir eru 3 ár liðin síðan stríð braust út í Súdan milli stjórnarhers landsins og RSF uppreisnarhersins. Sá síðarnefndi fer með tögl og haldir í Darfur héraði, þar sem liðsmenn eru sakaðir ýmiss konar grimmdarverk og jafnvel þjóðernishreinsanir og glæpi gegn mannkyni. Hluti stríðsreksturs þeirra kynferðisofbeldi gegn konum í Darfur sem þeir líta niður til þar sem þeir eru ekki af arabískum uppruna. We were seeing an average of 10 to 15 women per day who turn up. Alltaf 60% þolenda var nauðgað af fleiri en einum manni sem ef til vill sýnir hve kerfisbundið kynferðisofbeldinu beitt. Læknar án landamæra segja aðeins lítið brot þolenda leita sér aðstoðar. Og frásagnir þeirra sem það gera eru hryllilegar, ekki síst þeirra sem flúðu borgina Al-Fasher í fyrra, þar sem RSF hermenn eru sagðir hafa framið þjóðernishreinsanir. A lot of them witnessed brutality, physical torture, psychological torture, gang rapes and raped under gunpoint. Í þessum menningarheimi sýnir það mikið hugrekki að segja frá slíkri lífsreynslu. Considering the community that they live in, it's a very conservative community where talking about sexuality is considered as a taboo. Margar konur sem verða fyrir kynferðisofbeldi í Darfur eru útskúfaðar sem gerir áfallið enn verra. Ekki síst ef þungun hlýst af nauðguninni. We are now calling all the warring party to just stop using women's body to fight this war.
Velkomin Stella Samúelsdóttir. Kannist þið hjá UN Women við þessar lýsingar sem koma þarna fram frá Súdan? Já, því miður. Og eins og kemur fram í fréttinni þá stríðið í Súdan, það verið að berjast á líkömum kvenna. Það má bara orða það þannig. Og þetta stærsta mannúða krísa á árinu 2026 sem við erum að verða vitni af og höfum orðið vitni af síðustu 3 árin. Það kom líka fram þarna að það þarf ákveðið hugrekki til þess að koma og segja frá við þessar aðstæður. Hvernig hægt að koma til aðstoðar? Í hverju getur hjálp verið fólginu við þessar aðstæður? Já, við erum náttúrulega á vettvangi UN Women og höfum verið til margra ára. Okkar stuðningu felst í því að búa til svona örugg rými fyrir konur að koma, fá sálfræði stuðning og svona aðgang að nauðsynja vörum. Þetta auðvitað það sem skiptir miklu máli að konur geti tjáð sig og opnað sig á það sem hefur gerst. En við auðvitað stöndum frammi fyrir því núna að vegna niðurskurðar til þróunar samvinnu og mannúðar aðstoðar á heimsvísu, þá þetta hlutverk orðið miklu erfiðara fyrir okkur að sinna öllum þessum konum sem að koma og hafa orðið fyrir kynbundnu ofbeldi og kynferðislega ofbeldi. Já, þú nefnir þennan niðurskurð sem að hjálparsamtök víða hafa nefnt. Þið finnir mikið fyrir því og hvernig bitnar það á, eins og til dæmis Súdan í þessu tilfelli? Já, að þá þurfum við í rauninni alþjóðastofnanir eins og okkar og fleiri þurfum við í rauninni að fara að velja hvaða stuðning við erum að veita og við getum í rauninni ekki veitt allan þann stuðning sem við vildum. Í dag eru mesti fjöldi mannúðakrísa í heiminum síðan 1946 sem í gangi. Þannig að álagið gríðarlega mikið einmitt á tíma þar sem við þyrftum aukningu í framlög. Já. Að þá erum við að sjá niðurskurð. Og eins og nefnir, það ekki bara barist í Súdan í heiminum, það ríkir stríðsástand víða. Viðgengst þetta á öllum stríðsvæðum í heiminum, það að segja kynferðisofbeldi beitt sem hernaði? Já, við erum að sjá það. Á síðustu, það var gefin út skýrsla fyrir áramót frá framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna að 700 milljónir kvenna í heiminum búa í 50 km radíus frá átökum, stríðsátökum, sem setur þá líf þeirra í aukna hættu og á síðustu árum erum við búin að vera að sjá aukningu tæplega 80% þar sem kynferðislega ofbeldi beitt sem vopni. Þannig að þetta staðreynd og að aukast. Kæra þakki fyrir komuna, Stella Samúelsdóttir. Þá öðru, foreldrahús hættir starfsemi 1. maí. Framkvæmdastjóri segir stjórnvöld ekki hafa áhuga á að reka það áfram og skjólstæðingar séu í áfalli. Foreldrahús ráðgjafamiðstöð fyrir foreldra barna með hegðunar, tilfinninga og vímuefnavanda. Úrræðið hefur verið til í 40 ár og þangað leita 500 börn og foreldrar þeirra árlega með tilvísun frá barnaverndarþjónustum eða á eigin vegum. Að við förum að markaðnum, það bara ótrúlegur skaði og ég veit ekki hvað tekur mörg ár í rauninni að koma á einhverju álíka og við erum að gera. Hér margra áratuga reynsla hérna inni og traust. Það mikið traust til okkar frá bara öllum barnaverndum og félagsþjónustum bara allra og foreldra líka. Og það sem dýrmætast af öllu í þjónustu, það traust. Að fólk upplifi það að vera mætt það sem það statt og fá úrlausn sinna mála. Félagið hefur í gegnum tíðina fengið styrki frá ráðuneytum en Berglind segir ljóst að núverandi stjórnvöld hafi ekki áhuga á að reka það áfram. Úrræðaleysi fyrir börn með fjölþættan vanda hefur verið í umræðunni og Berglind segir það ekki ganga að loka úrræðinu því það ekkert sem kemur í staðinn. Það vantar úrræði og barnamálin einhvern veginn alltaf í síðasta sæti. Hverju siðmenntu ríki eitthvað úrræði til og það stutt undir það. Þetta bara partur af því sem þarf að vera. Þetta nóga framboði fyrir fullorðna, minnst kosti 3 sem styrt af ríkinu og með samninga. Við erum ein og við erum að fara á markaði. 60 milljónir kostar að reka foreldrahús á ári í núverandi mynd. Í foreldrahúsi boðið upp á inngrip og langtímaúrræði í formi göngudeildarúrræðis, auk uppeldis og sálfræðiráðgjafar fyrir foreldra barna í vanda og fjölskylduráðgjöf. Þar eru nú hundruðir barna í þjónustu. Og auðvitað þetta bara ótrúlega þungbært. Og eitt af erfiðasta sem við gert undanfarnar vikur láta fólk vita af þessari lokun. Því að örvæntingin og bara hræðslan, hvað tekur við? Við getum ekki vísa á neitt. Það ekkert að vísa á.
Flugstjóri farþegaþotu á Icelandair sem flaug lágflug yfir Vestmannaeyjum helgina gæti átt yfir höfði sér réttindamissi, háa sekt og kæru. Samgöngustofa hefur hafið rannsókn á atvikinu og Icelandair tilkynnt það til lögreglu. Þotan var á leið frá Frankfurt til Keflavíkur en flugstjórinn sem frá Vestmannaeyjum var að kveðja eftir 40 ár í starfi. Hann óskaði eftir breytingu á flugleið við Avians sem sinnir flugleiðsögn á íslenska flugstjórnarsvæðinu og sú beiðni var samþykkt. Icelandair sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem segir að lágflugið hafi hvorki verið á vitorði né með heimild stjórnenda félagsins. Atvikið var tilkynnt til lögreglu helgina og Samgöngustofa hefur tekið það til rannsóknar. Ekki má fljúga nema ákveðið lágt yfir þéttbýli. Til samanburðar Heimaklettur, hæsta fjall Vestmannaeyja, 283 metrar. Samkvæmt reglum lágmarksflughæð má ekki fljúga sjónflug í minni hæð en 1000 fetum yfir þéttbýli, tæpum 305 metrum, nema við flugtak og lendingu. Næsthæsti tindur eyjanna Blátindur sem 273 metrar á hæð. Í svörum frá Samgöngustofu segir að flugrekandi í þessu tilfelli Icelandair beri ábyrgð á öruggri starfrækslu loftfars og tilnefni flugstjóra sem fer með æðsta vald í loftfari. Við brot á þessum reglum Samgöngustofu heimilt að fella tímabundi úr gildi eða afturkalla réttindi flugmanns vegna brota, en réttindi eru ekki bundin við atvinnusamband. Þá hægt að leggja stjórnvaldssektir á eftirlitsskylda aðila sem brjóta gegn tilteknum ákvæðum lagana og heimilt að kæra brot á lögum til lögreglu. Upphæð stjórnvaldssekta á nokkuð breiðu bili eftir alvarleika. Sektir á einstaklinga geta numið frá 25.000 krónum upp í 8 milljónir króna. Sektir á lögaðila geta numið frá 75.000 krónum upp í 100 milljónir króna. Icelandair ætlar ekki að tjá sig nánar atvikið og meðan rannsókn stendur. Flugstjórinn hættur störfum en engin svör fengust hvort flugmaðurinn sem flaug með flugstjóranum hefði verið sendur í leyfi meðan atvikið rannsakað. Loka þurfti skíðasvæðinu á Dalvík strax eftir páska sökum fjárskorts. Það leiðinlegt en skynsamlegt að mati framkvæmdastjóra skíðafélags Dalvíkur. Einhverjir voru undrandi á að skíðafélag Dalvíkur tilkynnt vertíðarlok því nægur snjór í fjallinu og aðstæður til skíðaiðkunar góðar. Þær eru hálf tómlegar skíðabrekkurnar í Böggvisstaðafjalli á Dalvík. Skíðafélagi tilkynnt vertíðarlok á svæðinu þann 7. apríl síðastliðinn, en þeir halda þó úti æfingum. En hinn almenni dalvíkingur kemst ekki svo auðveldlega á skíði, ekki fyrir næsta vetur. Rauninni skíðasvæðið rekið af skíðafélagi Dalvíkur, þannig að það eru félagsamtök, íþróttafélagi sem eru að reka skíðasvæðið og við höfum bara ákveðið budget til að reka svæðið á hverju ári. Erfið tíð í fyrra vetur dró verulega úr tekjum, svo mikið að félagið fekk 10 milljónir fyrirframgreiddar af rekstrastyrk ársins frá Dalvíkurbyggð. Það sé megin ástæða þess að þeir loki núna. Peningurinn sé búinn. Við óskuðum eftir viðbótarframlagi frá Dalvíkurbyggð sem styrkir að vissulega reksturinn vel til að klára árið og geta þá byrjað þennan vetur á nullinu. Það gekk ekki alveg upp og við þurftum að fá rauninni fyrirframgreiddan pening af þessu ári fyrir veturinn. Mörgum finnst að sveitarfélögin eigi alltaf að vera búin að láta hendi meiri pening en þeir fá ákveðin rekstrastyrk eins og ég sagði á hverju ári og það samið það til nokkur ári senn. Og það náttúrulega bara mjög miður ef það gengur ekki eftir. En ég held að sveitarfélagi geti ósköp lítið gert í því þegar við efnum okkar samninga. Lokunin hefur mest áhrif á bæjarbúa sem komast ekki á skíði. Fyrst og fremst þegna sveitarfélagsins sem að finna fyrir þessu og þetta bara eins og það er. Ég hef bara litla skoðun á því. Já. Hvað finnst þér að skíðasvæðið sé lokað? Ég fer ekkert ofta á skíði. Ég var alveg farið nokkru sinnum en ég fer ekkert á. En ég veit að amma mín ekki glöð með það. Ég bara hef enga skoðun. Ég alveg sáttu við þetta, en hefði samt vilja hafa lengur fólki í fjallinu. Mér finnst það bara mjög skrítið. Ég veit náttúrulega ekki ástæðina fyrir hvað það en engu að síður finnst mér það skrítið. Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Ríkisstjórnin kynnti tímabundnar aðgerðir gegn verðbólgu fyrir helgi. Við rýnum í þar í Kastljósi í kvöld.
Við ræðum einnig við þýskan þingmann sem segist ekki sjá neinar óyfirstíganlegar hindranir í sjávarútvegsmálum þegar kemur að viðræðum Íslands og Evrópusambandsins. Svo kynnust við þríekinni á bak við leikritið Gæðablóð í Þjóðleikhúsinu. Fólk mitt hefur komið hérna fyrir aftan bara himinlifandi eða bara grátandi því að staðið tengt við eitthvað rosa sterkt og svona. Og þá að veðri. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu. Dálitlar skúrir sunnan til á morgun en bjart með köflum norðan heiða. Vaxandi austanátt seint annað kvöld og bætir í úrkomu á Suðausturlandi. Hiti 2 til 10 stig yfir daginn en víða næturfrost norðan og austanlands. Nánar veðrið að loknum íþróttum þar sem koma við sögu golf, píla og fótbolti. Rory McIlroy aðeins 4. maðurinn í sögunni til að vinna Masters-mótið í golfi 2 ár í röð. Hann hefur nú unnið 6 risatitla á ferlinum. Flódís Perla Viggósdóttir jafnar landsleikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttur þegar Ísland tekur á móti Úkraínu í undankeppni HM á morgun. Og við lítum við á stærsta píluviðburði ársins sem haldinn var á Akureyri helgina. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að 16 ára valdatíð Viktors Orbán á enda í Ungverjalandi. Sigurvegari kosningana í gær, Peter Magyar, óskar eftir valdaskiptum sem fyrst. Kjörsókn í landinu hefur aldrei verið meiri. Alltaf 15 konur á dag leita aðstoðar vegna kynferðisofbeldis þar sem ástandið verst í Súdan. Framkvæmdastýra UN Women segir það ríkja mestu mannúðarkrísu í heimi þessar mundir. Guðmundur Ingi Kristinsson, varaformaður Flokks fólksins, hefur sagt sig úr honum vegna trúnaðarbrests. Formaður flokksins segist ekki hafa átt í deilum við hann. Ekkert úrræði tekur við og skjólstæðingar eru allir í áfalli, segir framkvæmdastjóri Foreldrahúss. Því verður lokað 1. maí vegna skorts á fjármagni. Það var þetta upptalið hjá okkur og komið að íþróttum og veðri, Kastljósi og Silfrinu. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag. Verið sæl.